Nákvæmni. Tímasetningin allt. Hver sekúnda skiptir máli. Bara goðakjöt á grillið. Goði. Alltaf góður. Þetta glæsilegt. Hvernig tilfinningin? Hún bara mjög góð. Það bara hálfleikur. Það bara hálfleikur, en þetta spilast eins og þið áttu von á? Nei, ég meina þetta spilast bara þannig að þeir komast yfir og það þýðir það að við þurfum að skora 2 mörk. Við erum búin að því fyrir hálfleik, þannig að við erum aðeins að núllstilla okkur og fara yfir það sem við þurfum að gera í seinni hálfleik til að halda þessu. Já, það ekki bara að stilla þessu upp eins og í fyrir hálfleik og skora önnur 2. Þetta er rosalega, þetta er glæsilegt, þetta er kannski eitthvað sem að áhorfendur lesa drauma en ekki að þetta er staðreynd svona í hálfleik. Ég bendi bara á þetta eru bara 45 af 90 eða 95, þannig að menn skulu aðeins bara bíða með kampaðinu og slappa aðeins af. En það er mikið verk framöndan í seinni hálfleik. Þeir eru sterkir, þeir eru vel skipulagðir, stórhættulegir margir hverjir, þannig að við þurfum að hafa okkur alla við í seinni hálfleik. Já, nákvæmlega, þetta er auðvitað langt frá því að vera búið en lofa góð eins og þér. Já, það er alltaf gott að vera einu marki yfir í hálfleik en það er verk að vinna í seinni. Eins og svo skemmir nú ekki fyrir tröffelstúka og glampandi sól og gott viður. Já, þetta er bara eins og þetta er alltaf á Akureyri. Reysi, farðu og peppa strákunum með palla og verið klárir í seinni hálfleik. Takk fyrir það. Sem er búin að vera að magnast upp alla vikuna. Þórsarar hérna áhangendur, búin að streyma í Hamar, tryggja sér miða, tala um leikinn, hlakka til. Leikmennirnir hérna líka spiluðu náttúrulega stórkostlega út í Dublin og spiluðu þar á hæsta plani sem ég hef séð að spila lengi, þannig að þeir hafa örugglega hlakkað til að takast á við svona alþjóðlega leikmenn frá Írlandi og stóðu sér vel þar og vita vel að þeir eiga jafna möguleika að vinna þennan leik og Írarnir. Já, eins og Hreinsi benti á, það er bara hálfleikur og þó að þetta líti vel út núna en við getum að verið rosalega stoltir af því að vera komnir hingað og umgjörðin er rosalega flott og knattspyrnudeildin hefur staðið mjög vel að þessu öllu. Já, staðið gríðarlega vel að þessu öllu saman og eins og þú sagðir, það eru búnir 3 hálfleikar af 4 og við erum yfir hérna 2-1 og ég meina auðvitað getur allt gerst í síðasta hálfleiknum en vonandi náum við bara að spila okkar bolta og vonandi eins og ég sagði fyrir leikinn og hefur verið að segja vonandi njóta strákarnir momentsins, njóta þess að spila leikinn hérna. Við erum með pakkað stúku hérna, troðfullan Þórsvöll, brjálu stemning og ef að þeir njóta þess þá hef ég engar áhyggjur af restinni. Þetta náttúrulega bara kannski, já, nákvæmlega eins og þetta, full stúka en það hefði sjálfsagt fleiri viljað koma og fá að standa í stöðlunum en það er bara ekki leyfilegt. Það er bara ekki leyfilegt. Við erum nú stoltir af þessu svæði okkar og okkur finnst það að vera eitt af flottasta hér á landi allavega þó víðar væri leitað. Svo sannarlega er aðstæðan okkar betri en hún var hjá Írunum þegar við heimsóttum þá og ég held að þeir hafi verið mjög hissa á að sjá, já, fyrsta lagi sjá Akureyri, hvað það er fallegu bær og öðru lagi sjá þessa glæsilegu aðstöðu hérna sem við höfum yfir að ráða og þannig já, þetta er náttúrulega bara frábært í alla staði. Það er bara þess. Og svo höfum við náttúrulega dásamlega þjóðsöng sem að hljóma hérna undir viðtalinu sem að það er nú ekki öll lið sem hefur svona glæsilega þjóðsöngu eins og við. Nei, ég held ekki og ég held að sé ekki mörg lið sem að hver einasti Þórsari, hver einasti aðdáandi kann lögin, syngur með og tekur þátt og trallar hérna með Mjölnismönnum sem eru náttúrulega stórkostlegir eins og við vitum all. Steini, þetta er bara lítum á þetta sem hátíð og njótum dagsins alveg og sjáum til hvernig fyrir leikslok. Njótum þess alla lið. Takk fyrir.